Já, góðan daginn, eða góða kvöldið, fer eftir hvernig að horfa á þetta. Ég ætla að reyna að hafa þetta eins stutt og hægt er. Já, ég er ekkert búinn að vídeoblogga í dag. Strákarnir eru bara að fara að sofa, Anita farin að vinna. Mér langar bara að segja ykkur út að ég vil að þið þarna úti vitið það sem er í gangi. Það sem er búið að gerast núna er að Ronja litla til dæmis, byrjum bara á henni. Hún er eitthvað veik. Við vitum eiginlega ekki nákvæmlega hvað er í gangi. Hún er að fara á morgun neðan á dýraspítalann í Garðabænum og hún er bæði að fara að skoða taugakerfi hjá henni og hún er að fara í röntgen. Minnir alveg örugglega að þetta sé röntgen og vera að tékka á því hvað er í gangi. Hún er að missa kraft í loppunum og hún er erfitt með að labba og það er bara, hún er nánast ekkert að borða og henni líður ekkert rosalega vel. Það er ágætis skellur og bæði það er ömurlegt að sjá hundinn sinn kveljast og geta ekkert gert og bæði það þetta er peningalegur skellur líka. Það sem er líka í gangi, ef þið hafið tekið eftir því, ef þið eru búin að sjá vídeó, ef þið eru búin að fylgjast með því, þá lendi ég niður á Landspítala núna 11., 12. og 13. maí. Minnir mig alveg óbúslega, það er 3. vikan er akkurat núna. Allavega, það sem er að fara að gerast núna, út af þessu sem skeiði, er að ég þarf að fara í speglun, ristilspeglun. Hljómar ekkert rosalega spennandi, ég er búinn að fara í þetta einu svona áður og þetta er ekkert rosalega gaman. En allavega ég vil bara svona láta ykkur vita það. Og og það er verið að athuga hvort að þessi pokar sem sást þarna á mynd, hvort að þetta séu pokar eða hvort að þetta gæti verið æxli. Góðkynja eða illkynja, ég veit það ekki. Það er búið að ganga alveg ágætlega á að reyna að ná sambandi við Glæsibæinn, læknasetrið. Allavega þarna í Glæsibænum. Ég reyndi að hringja fyrsta daginn þegar ég kom að Landspítalanum og panta tíma í speglun. Það gekk ekki. Mér var sagt að ritari ætti að koma eða hringja tilbaka til að bóka tíma. Svo leiði vika og þá hringdi ég aftur og ég hringdi hana og beðið eftir bókara. Það var svoleiðis. Svo hringir læknirinn niður á Landspítala og rekur á eftir þegar ég þurfa að fara í þetta út af því að þetta gæti verið gæti hugsanlega verið einhver æxli eða eitthvað sem á ekki að vera þarna. Og með fyrri sögu þá hef ég það. Ég hef greinst með góðkynja æxli. Læknar vilja flokka þetta sem æxli og það er bara þannig. Þannig að ég hringi strax aftur niður í Glæsibæ og mér er aftur sagt það sama að ritari mun hafa samband og ég bara ok. Og svo leið 2 dagar og ég hringdi aftur niður til og tjekkaði hvort það væri búin að gleyma mig og þá sagði konan á skiptiborðinu að ég væri á skrá og þau myndu hringja í mig núna bara í dag, eða þá. Þannig að ég bara ok, frábært maður. Svo þetta hringdu þau ekkert og ég ákvað bara í hausnum á mig bara hvað, ég nenni ekki að eltast við þetta. Ef þetta er viðbrögðin sem ég er að fara að fá, þannig að þá nenni ég þessu ekki. Í gær sprakk ég, þá hringdi ég 9-10 leytið eitthvað á skiptiborðið, þá segir hún það nákvæmlega sama að ég er á skrá og hún ætti að myndi hringja í mig í dag og ég bara ok, bara gefum þessu séns. Klukkan 2:30 daginn hringi ég aftur bara jæja, er ekkert að frétta. Þá heyri ég að það er einhver önnur sem tekur símann, þá segir hún að ég hafi ekki einu sinni verið á lista. Þannig að ég er búinn að vera að bíða núna undanfarna daga eftir því að þau hringja, en þau myndi aldrei hringja út af því að ég var ekki skráður hjá þeim. Leiðilegt að stelpan sem talaði við mig í síma þurfti að
Það er óþægilegt að vera að bíða í 3 vikur sem sagt eftir að fara í speglun og láta tjekka hvort það sé ekki allt í lagi og læknirinn er búinn að segja við þig þetta gæti verið eitthvað alvarlegt, skilurðu. Ég veit það ekki, þú veist það ekki, skilurðu. Þannig að þetta er alltaf í hausnum, skilurðu. En ég á núna bókaðan tíma 3. næsta mánuði, ekki núna 3. heldur næsta, man ekki júlí, 3. júlí, þá á ég tíma í speglun, þau vilja ekki fá mig fyrr. Ég skil það alveg, ég fékk á þetta bólgur og ég er ennþá, ég er betri en ég var, en ég hefur verið betri, en þau vilja ekki út af því að hann er viðkvæmur fyrir, þannig að ég vil bara svona segja ykkur frá þessu. Bæði það að ég vil að þið vitið hvað er í gangi, eins og þið flest öll vitið sem eru búin að fylgja mér lengi, er að ég vill ekki fela neitt hérna, út af því að bæði ég vil geta horft á þetta þegar ég er orðinn eldri og ég vil að strákarnir mínir geti horft á þetta og vita bara nákvæmlega hvað er í gangi, hvenær og af hverju og þannig að þetta er basically líka fyrir strákarna mína út af því að Baltasar og Benjamin eru svo bilaslega litlir að þeir gera sér ekkert grein fyrir þannig séð ef það er eitthvað að og ég vona svo innilega að sé ekkert að. Já, þannig að þetta er eiginlega bara svona smá stutt svona tilkynning, bara svona að segja að það sé allt í lagi. Dagurinn á morgun, ég ætla að vera duglegur þá og bara muniði alveg sama hvað er að gerast í lífinu, eins erfitt og það er sálarlega, þá vitum við alltaf að þegar þessi hjalli er búinn, þá verður allt betra. Við þurfum að finna einhvern tímann fyrir sorg, mannlíðan, hræðslu, eitthvað, og ef við finnum þetta aldrei, þá vitum við ekki hvernig velliðan líður. Þannig að alveg sama í hvaða stöðu þú ert, mundu, njótum lífsins, þú veist að þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt, alveg eins og ég er að gera. Já, bara mundu, þú ert frábær. Sjáumst á morgun, njótu lífsins, takk fyrir mig, bye.